Það er komið að mér sæl verið öll sömuleg Hrafndís Bára heiti ég Einarsdóttir og tala við ykkur frá Akureyri. Ég var beðin að stjórna þessu fundi í kvöld og mætti allt og seint með allt niður mig. Þannig að bara sæl. Þetta er sem sagt stefnumótunarfundur fyrir kosningarnar 2022 og í kvöld tökum við fyrir umhverfis, loftslags og dýrastefnu. Og hjá okkur eru sem sagt 3 aðilar sem ætla að tala hér í kvöld og svara spurningum. Er það ekki rétt hjá mér? Ég held að mér sé svo sem ekkert af vandbúnaði nema, ég kannski kynni ykkur, það er Guðfinna Kristinsdóttir sem er okkar dýraverndunar sinni, það er formaður loftslagsráðs Halldór Þorgeirsson og framkvæmdastjóri Landverndar Auður Önnu Magnúsdóttir. Ef ég skildi þetta og myndi þetta rétt, þá er hann Guðfinna sem ætlar að byrja sína framsögu. Á eftir henni kemur Auður, ekki satt, og Halldór í lokin. Þannig ég bara gef Guðfinna orðið, gjörðu svo. Takk fyrir. Ég ætla að deila skjánum hjá mér. Sjá. Svona. Ég er að falla þá stefnumótun dýramála á sveitarstjórnarstigi. Og ég ætla bara aðeins að kynna mig. Ég er Guðfinna Kristinsdóttir og er stjórnarmeðlimur í félagi ábyrgra hundaeigenda í Dýraverndarsambandi Íslands. Ég stjórnandi á hundasamfélaginu á Facebook og stofnandi Dýrfinnu sem er svona félagasamtök sem að vinna að því að hjálpa til við að finna týnd dýr. Svo er ég búin að vera starfsmaður dýraþjónustu Reykjavíkur núna sem að var bara nýtt verkefni sem byrjaði á árinu eða seinasta ári og er mannfræðinemi. Og ég ætla bara að byrja þess á því að fara yfir hver lög og reglugerðir varðandi dýravelferð eru, af því að sveitarstjórnin náttúrulega vinnur undir þessum lögum og reglugerðum. Og það eru þá lög um velferð dýra, hollustahætti og mengunarvarnir, fjöleignarhús, svo er reglugerð um velferð gæludýra og reglugerð um hollustahætti. Og þetta er svona aðeins regluverkið varðandi hundaeignina sérstaklega hjá sveitarstjórnarstígunum. Það eru hagaðilar sem koma að hundahaldi og það eru 3 ráðuneyti, það eru umhverfis- og auðlindasvið, atvinnuvega- og nýsköpunar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Og svo eru 6 stofnanir, það eru Umhverfisstofnun, Matvælastofnun, Strætó, tollstjóri, lögreglan og sýslumenn, 9 heilbrigðiseftirlit og svo eru 69 sveitarfélög sem eru öll með ólíkar hundasamþykktir. Og frá lagabreytingum dýravelferð árið 2013 og breytingu á persónuverndarlögum 2018 þá hefur lítið skilað sér af breytingum inn í hundasamþykktir sveitarfélagana og vinnubrögð heilbrigðiseftirlitsins víðsvegar á landi. Þannig að það er mikið flækjustig það kemur að þessum málum þá sérstaklega hjá hundaeigninni. Ég þekki það bara sérstaklega vel en það eru alveg svona tilfelli líka í kattamálunum þó það séu kannski ekki alveg jafn flókin. Sveitarstjórnin vinnur undir samþykktum fyrir hunda, kattahaldi, hænsnahaldi í rauninni líka. Þau geta sett sér í rauninni bann og takmörkun á gæludýra og húsdýrahaldi og það kemur úr þessari 59. grein þar sem kemur að sveitarfélög geta sett sér eigin samþykktir atriði sem ekki er fjallað í reglugerðum eða gert einstök atriði ítarlegri með kröfum og koma fram í þeim, enda fjalli þau undir lögin. Og heimilt er að setja auk annars slíkar samþykktir ákvæðum einmitt bann og takmörkun gæludýrahalds og húsdýrahaldi. Dýramál sveitarfélagana, þá ætla ég bara svona aðeins að fara yfir hversu yfirgripsmikið þetta er og flokkast niður. Það er náttúrulega hundahaldið og hundaeftirlitið er sá sem að framfylgir hundasamþykktunum í hverju sveitarfélagi. Og almennt séð er þetta aðalega skráning hunda í gagnagrunn sveitarfélagsins, svara fyrirspurnum og kvörtunum almennra borgara og hundaeigenda og leysa svona erjur á milli íbúa í sveitarfélaginu, þá sérstaklega vegna hunda. Svo eru meindýravarnirnar, það er náttúrulega sjá meindýravarnir og upplýsingagjöf og forvarnir innan bæjarmarkana og lengi til var hjá Reykjavíkurborg kattahaldið þarna undir líka.
En það sem sagt almennt séð sérkattasamþykkt. Hún misítarleg vissulega en þetta sem sagt þjónusta sem verkefnin eru aðalega handsama ketti sem eru til ama, fermadýr sem eru týnd í geymslu og dáin dýr þá til dýralæknis sem sér að lesa af örmerki og koma eigendum upplýsingum til eiganda. Og það ekkert öll sveitarfélög sem eru með samþykktir, en það eru allavega oft einhver svona smágrunnur. Hænsnahaldið, það náttúrulega almennt séð til dæmis bann við því að halda hana. Það mátti halda hænur og mátti ekki halda hana. Þannig að það svona smágrunnur. Og svo eru samþykktirnar. Ég ætla aðeins að fara yfir, bara svona að bera saman það sem kemur fram í hundasamþykktum sérstaklega og aðeins í kattasamþykktunum. Til dæmis þá eitt sveitarfélag sem ég fann sem með eingreiðslu upp á 3.500 við skráningu á köttum. Oft eru engin skráningarskylda og til dæmis ekki í Reykjavík og borg og engin gagnagrunnur sem heldur utan það. En það eru flest öll sveitarfélög með skráningu á hundum og ég tók bara Reykjavík og borg sérstaklega fyrir með gjaldið af því að núna eftir að þeir lækkuðu það þá eru þeir tiltölulega lágir í verðinu miðað við á mörgum stöðum. Þannig að það verið að rukka þá 11.900 fyrir skráningargjald og 9.900 árlega fyrir eftirlitsgjald á hundum sem ekki almennt í kattagjaldunum. Og svo hefur framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits hérna í Reykjavík sagt árið 2017 að af þessu tilefni nauðsynlegt að taka það skýrt fram að samþykkt Reykjavíkurborgar hundahald ekki sett fyrir hundaeigendur sérstaklega, heldur alla borgarbúa og hvort sem þeir eru hundaeigendur eða ekki. Og í samþykktum á einnig finna svolítið misræmi á milli laga og eftir lagabreytingar. Eins og til dæmis einnig samþykkt sem ég fann þá kemur fram að ef að skrá kött og halda í fjölbýlishúsi skal fylgja umsókninni skrifleg samþykki allra íbúa í samræmi við ákvæði 41. grein. Þessi grein segir núna að það sé 2/3 eigenda íbúða sem þurfa að samþykkja. Þannig að það eru merki að það ekki verið að halda þessum samþykktum í rauninni eins og lögin breytast. Og Reykjavíkurborg rukkar ekkert gjald fyrir kattareign en áætlar samkvæmt skýrslu sem að vinnuhópurinn vann 2020 að það séu 30 milljónir sem að fara í árlega í að skipta sand í sandkössum leikskólana og tengja það sem beint við katthaldið. Og þetta séu svona sandkassar hreinlætismál. Og svo Akureyrarbær líka með svipaða í sínum reikningum þar sem að þeir segja að 2,6 milljónir árið 2018 fór í að hreinsa almenningstunnur í bænum og það eru bara tunnur sem eru á almennum göngusvæðum og eru þá að rukka hundaeigendur sérstaklega fyrir þessa breytingu. Og þá spyr maður sig kannski á að rukka kattaeigendur jafn mikið og hundaeigendur, á að rukka kattaeigenda með innikött jafn mikið og eigenda útikött og hvar í rauninni hver á að borga fyrir hvern hluta af þessari þjónustu eða sem að Reykjavíkurborg eða önnur sveitarfélög þurfa að bera. Og samþykktir dýrin, það sem sagt margar samþykktir það skarast á, vísa í gömul lög og geta valdið í ábyrgir hundaeigendur lenda til dæmis í ákveðnum vandamálum, fjöldatakmörkum á milli sveitarfélaga. Ef þú ert til dæmis með 3 hunda, þá getur lent í því að þú hafir ekki leyfi til þess að flytja í annað sveitarfélag sem leyfir bara 2 hunda og það getur bara valdið alls konar vandamálum að hvort þú viljir flytja í sveitarfélagi yfir höfuð eða þurfir jafnvel að losa þig við fjölskyldumeðlimi. Svo eru hundasvæði og þjónusta við hundaeigendur sjálfa. Hún ekki kostuð úr þessum gjöldum. Þetta eru þjónustugjöld, þannig að það fer almennt séð bara í launakostnað og rekstur á því að framfylgja hundasamþykktinni og það almennt ekki gert neitt grein fyrir því að þurfa að vera hundasvæði inn í þessum samþykktum. Þannig að þá hefur hingað til verið tekið bara úr Betri Reykjavík eða öðrum svipuðum verkefnum. Og það landlægur gagnagrunnur fyrir bæði hunda, kett og kanínur og þá kannski spurningin hverju þurfum við að bæta við.
varðandi sveitarfélögin, af því að þau eru alltaf með sína eigin gagnagrunna, þannig að það ákveðin tvískráning sem á sér stað þar og það eitthvað sem ég veit að var aðeins skoðað hjá Dýraþjónustu Reykjavíkur þegar var verið að breyta þar til. Ég kem aðeins inn á það aftur og eftir. En ég ætla aðeins að fjalla dýrin í hremmingum og þá ég aðalega að tala ketti á vergangi sem eru þá aðalega sinnt af félagasamtökum, til dæmis villiköttum og kattholti sem eru þá að taka inn ketti og eru að sinna þeim og koma inn fyrir öðru heimili. Þetta hefur ekki verið í gegnum sveitarfélögin, bara almennt. Það eru sum sveitarfélög sem að gera samning við félagasamtökin og það hefur bara gengið ágætlega. Og til dæmis kanínum núna, þeim náttúrulega hefur fjölgað og það þekkist alveg að þau eru til dæmis í Elliðaárdalnum og eru í fleiri svæðum á höfuðborgarsvæðinu. Og Dýraþjónusta Reykjavíkur akkúrat að fara bara núna helgina í samstarfsverkefni við 2 félagasamtök, annars vegar Dýrahjálp Íslands og hins vegar Villikanínur heita þau samtök og þá verið að fara að hjálpa þeim að veiða kanínur í Elliðaárdalnum og koma þeim í öruggt skjól, veita þeim læknisþjónustu og koma þeim fyrir á nýju heimili. Þannig að þarna greinilegt samstarf frá þjónustu sem Dýraþjónusta Reykjavíkur á vegum sveitarfélagsins við félagasamtök sem hafa stofnað sína vinnu í kringum það að hjálpa ákveðnir tegundadýrum. Þannig að það bara frábært ef það hægt að mynda einhver svona hjálp og samspil. En villdýr hafa hingað til svolítið verið svona ekki alveg viss hvar maður ætti að hafa samband við, til dæmis með villdýr eins og fugla eða eitthvað svoleiðis. Sveitarfélögin hafa verið í sumum tilfellum að sinna þessu, sumum tilfellum hefur þetta verið lögreglan. Þannig að það svolítið erfitt fyrir almenning að skilja og vita hvert að hafa samband í hverju tilfelli. Og Dýraþjónustan svona að reyna að taka yfir þetta í Reykjavík. En það svolítið vandamál stundum með sérstaklega í kringum umferðina. Svo náttúrulega hin hliðin á þessum málum, það eru óábyrgu gæludýraeigendurnir, þeir sem að þarf að fylgja eftir og þarf að vera eitthvað regluverk í kringum til þess að geta tekið á. Það búið að breyta því þannig, held 2013, að sveitarfélögin taka ekki á vanrækslu þegar kemur að velferð dýra. Það eitthvað sem Matvælastofnun sér þá það bara landlægt hjá þeim. En sveitarfélögin þurfa hins vegar að vera með verkfæri til þess að taka á því þegar lög og reglugerðir velferð taka ekki á, eins og til dæmis lausagöngu hunda. Og það það sem kemur yfirleitt fram í hundasamþykktum. En þá erfiðari lausn í boði fyrir sveitarfélögin. Þau eru takmarkaðari í því hvað þau geta gert varðandi breytingar og að taka á óábyrgum gæludýraeigendum. Og mál vegna óleyfilegs dýrahalds í fjöleignarhúsum getur til dæmis endað inn á borði sveitarfélaganna og sveitarfélögin eru illfær í að taka almennilega á þessum málum. Það í rauninni hægt að veita viðvaranir og það hægt að benda á að dýrið megi ekki vera þarna, en það ekkert meira sem að sveitarfélögin geta í rauninni gert í flestum tilfellum. Það þarf yfirleitt að fara bara í kærunefnd húsamála eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það einmitt eitthvað sem væri kannski hægt að skoða hvort að væri hægt að styrkja sveitarfélögin eitthvað í. Svo spurningin með dýravænt samfélag. Þetta jafnvægi að myndast á milli réttinda þeirra sem eiga dýr og þeirra sem kjósa að hafa ekki dýr í kringu sig af ýmsum ástæðum. Og eiga hundaeigendur einir að borga fyrir betri hundasvæði, þjónustu við borgarbúa eins og göngustíga, hjólreiðastíga, afþreying eins og opin græn svæði og frisbee-golf. Þetta allt þjónusta sem ekki allir nota en bætir talsvert samfélagið. Það hefur svolítið verið rætt núna meðal hundaeigenda varðandi breytingu á almenningssamgöngum núna. Hvar hundaeigendur enda með það. Þeir eru náttúrulega leyfðir í strætó eins og en það ekki vita hvernig það verður með borgarlínuna því að hún verður til dæmis yfir Geirsnefið og það eitt af stærstu hundasvæðum Reykjavíkurborgar og það hefur ekki verið nægilega mikil samskipti við hundaeigendur varðandi hvort þeir eru yfir höfuð leyfðir í borgarlínuna og hvort að borgarlínan muni skerða gífurlega mikið Geirsnefið eða aðra þjónustu sem í boði á hundasvæðum.
í borginni. Og grunnurinn í rauninni að ég myndi mæla með að þetta sé hugsað sem dýraþjónusta í staðinn fyrir dýraeftirlit, eins og þetta hefur verið hingað til í flestum sveitarfélögum, og dýraþjónusta Reykjavíkur nýtti sér þetta að skoða þetta út frá þjónustu í staðinn fyrir eftirliti. Þetta hefur yfirleitt verið undir heilbrigðiseftirliti sveitarfélagsins, en dýraþjónustan var færð yfir í íþrótta- og tómstundasvið, þannig að þar er strax munur á áherslum varðandi starfið hjá dýraþjónustunni á móti því sem að dýraeftirlitið eða hundaeftirlitið var að gera. Og þetta er svona viðhorf til þess að tileinka sér þjónustu við alla borgarbúa, bæði þá sem eru dýraeigendur og þeir sem eru ekki dýraeigendur, af því að til dæmis hundasvæði sem eru örugg og afmörkuð og eru nægilega stór henta bæði hundaeigendum og þeim sem að vilja ekki hafa hund í kringu sig, þá myndar það meiri samþykkt á milli þeirra sem eru með ólíkan lífstíl og kjósa að vera með mjög ólíkan lífstíl. Og dýraeigendur vilja almennt ekki borga fyrir kannski eftirlit með sjálfum sér. Það hefur verið svolítið sú umræða sem við höfum fengið hérna hjá félagi Ábyrgra sérstaklega, en eru kannski alveg tilbúnir til þess að borga fyrir einhverja þjónustu, en þá er bara spurningin hvaða þjónusta er eingöngu fyrir hundaeigendur sem að aðrir almennir borgarar njóta ekki góðs af líka. Og nú til dæmis með dýraþjónustuna að hún er orðin mjög yfirgripsmikil, hún snertir á þjónustu við alls konar aðila, bæði opinbera borgara, eða opinbera þjónustu og almenna borgara, og það er kannski svolítið ósanngjarnt að taka einn gæludýrahóp út fyrir sviga og láta þá borga einhvern stóran hluta af þjónustu sem að mjög margir nýta. Og þá er ég búin. Þá bara takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Guðfinna. Þá vindum okkur bara yfir hana Auði Önnu frá Landverndar og hún fer með sína framsögu. Svona, heyrðu, nú er ég búin að setja hljóðið á. Já, ég heiti sem sagt Auður og er framkvæmdastjóri Landverndar. Ég er búin að vinna hjá Landvernd í tæp 4 ár og var áður í rannsóknum, ég er með doktorspróf í lyfjafnafræði og var áður í líftæknirannsóknum. Ég kallaði erindi mitt 20 ára að vinna á 8 árum. Þetta vísar svolítið til þess sérstaklega í loftslagsmálum að við Íslendingar erum langt á eftir nágrannaþjóðum okkar sem eru búin að vera að vinna í umhverfismálum mjög ötullega sum hver á 20 árum og meðan við höfum ekki gert neitt og við ætlum okkur 8 ár í þessa sömu vinnu. Aðeins Pírata. Píratar tala fyrir gegnsæi, valddreifingu og raunverulegu lýðræði, en þetta er innihaldið í Árósasamningnum og eru grunnforsendur fyrir faglegum ákvarðanatökum í umhverfisverndarmálum. Að mínu viti þá hafa Píratar alla burði til þess að vera gríðarlega öflugur umhverfisverndarflokkur, en staða öflugs umhverfisverndarflokks er laus á Íslandi í dag og það er bara spurning hver ætlar að grípa boltann til að verða umhverfisverndarflokkurinn. En til þess þá þurfa Píratar að hafa málefnafélag umhverfisins eða mjög öflugan hóp sem að vinnur að umhverfismálum. Og eitt sem ég vildi hafa sem kjarnaskilaboð hérna hjá mér er að kerfin á Íslandi sem að varða auðlindanýtingu og umhverfismál eru bara ekki í lagi. Og þegar að kemur að umhverfismálum og auðlindanýtingu þá er sveitarstjórnarstigið mjög mikilvægt og það hefur mjög mikið vald. Ég ætla ekki að eyða miklum tíma hérna í
að segja ykkur frá Landvernd en bara taka fram að við erum frjáls félagasamtök, við erum ekki opinber stofnun eins og margir halda, en við erum frjáls félagasamtök með tæplega 6.000 félagsmenn og markmið samtakana eru náttúru- og umhverfisvernd, endurreisn spilltra náttúrugæða og efnahagsleg og samfélagsleg velferð, en við trúum því að efnahagslegri og samfélagslegri velferð verði ekki náð til langs tíma nema með heilbrigðu og góðu umhverfi og sterkri náttúru og loftslagsvernd. Áskoranir næstu ára eru risastórar í umhverfismálum og það er gríðarlega mikilvægt að hafa sterkt fólk í sveitarstjórnum sem skilur umhverfismálin, en hefur líka þessi grunngildi gegnsæi og mjög virkt lýðræði og þátttöku almennings að leiðarljósi. Íslensk náttúra er stóri pósturinn sem kom okkur út úr síðustu kreppu eftir bankahrunið. Á mjög fáum árum þá margfaldaðist fjöldi ferðamanna og ferðamennirnir komu hingað ekki til þess að gista á hótelum og keyra á vegum og borða veitingastöðum. Við komum hérna til þess að sjá íslenska náttúru. Og íslensk náttúra er dýrmætasti lífeyrissjóður þjóðarinnar. Þetta er eitthvað sem mun alltaf koma okkur til bjarga, bæði okkar andlegu heilsu en líka efnahaginn. En henni er því miður ógnað af stórum framkvæmdum, ósjálfbærri landnýtingu eins og beit á illaförnu landi, framræsingu votlendis og henni er líka ógnað af óskiljanlegri og mjög sterkri andstöðu við að friða dýrmæta náttúru og að endurheimta náttúru sem hefur verið raskað. Við hjá Landvernd teljum að stjórnsýsla í umhverfismálum á Íslandi sé mjög brotin og áhrif framkvæmdaraðila sé allt of sterk. Þetta þýðir að hagsmunaaðilar hafa greiða leið að stjórnmálafólki, bæði í sveitarfélögum en líka hjá ríkinu og geta komið sínum hugðarefnum mjög auðveldlega í gegn á meðan almenningur og náttúruverndarsamtök sem samtök almennings eiga miklu erfiðara með að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Og því miður eru úrgangsmál á Íslandi í ólestri þrátt fyrir að við höfum þó byrjað að reyna að taka á úrgangsmálunum svona fyrir síðustu aldamót, en úrgangsmálin heyra undir sveitarstjórnarstigið. Hann Halldór ætlar að tala loftslagsmál hérna á eftir, þannig ég er að hugsa að hlaupa bara yfir þetta. Kannski bara taka fram að aðstæður sveitarfélagana eru mjög misjafnar þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda. Meginhluti losunar í Reykjavík er til dæmis vegna samganga en vegna framræstra votlenda í borgarbyggð. Ísland er mjög seint að innleiða EES-reglur í úrgangsmálum, en mjög mikið af góðri umhverfislöggjöf sem við höfum á Íslandi kemur í gegnum EES-samningin. Það er að segja að þetta eru lög sem við verðum að setja vegna þess að við erum hluti af EES. Á síðustu misserum hefur ekki mikið gott gerst, þó að eitthvað gott hafi gerst. Mikil vonbrigði var þegar fallið var frá urðunarskatti vegna andstöðu frá sveitarfélögunum. Dýrahræ og sláturúrgangur á Íslandi eru enn urðuð en það er bannað í Evrópusambandinu. Urðunarstaðir sem að urðu dýrahræ eru á undanþágu til 2025 og þessi undanþága hefur verið framlengd oft og urðun lífræns úrgang er ennþá leyfð á Íslandi en verður vonandi bönnuð fljótlega, en urðun lífræns úrgangs veldur mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Og þau sem hafa fylgst með fréttum vita að staða endurvinnslu er bágborin á Íslandi og úrvinnslusjóður hefur ekki gegnt hlutverki sínu til að stuðla að aukinni endurvinnslu. Og svo er eitt sem er mjög pirrandi að ef að þú vinnur í Kópavogi en býrð í Reykjavík að þá eru mismunandi reglur hvernig þú átt að flokka og endurvinna og þetta getur verið mjög ruglandi fyrir fólk og bara eiginlega hamlar því að fólk nenni að endurvinna. Að lokum ætla ég aðeins að ræða hérna náttúruvernd, friðlýsingar og stóra framkvæmdir. Þarna eru sveitarfélögin lykilaðili
þau skipuleggja svæði í gegnum aðalskipulagsgerð og deiliskipulagsgerð, en þau veita einnig framkvæmdaleyfi fyrir stórum framkvæmdum. Þannig að þau eru aðal stjórnsýslubatterið þegar kemur á stórum framkvæmdum eins og virkjunum og veglagningu, en aðhald og aðkoma ríkisins fer minnkandi og þetta mikið áhyggjuefni og þetta eitthvað sem við þurfum að skoða mjög vel eða að styrkja sveitarfélögin virkilega þannig að þau geti staðist þrýsting frá hagsmunaaðilum sem að vilja fara í stóra framkvæmdir. Annað áhyggjuefni að náttúruverndarlög eru ekki virt. Við erum með alveg ágæt náttúruverndarlög en þau eru oft brotin og það mjög erfitt fyrir samtök eins og okkar að geta fylgt því eftir því að við höfum ekki aðgang að dómstólum. Það klausa í náttúruverndarlögunum sem segir að það megi fara í framkvæmdir sem að stríða gegn verndarákvæðum lagana ef brýna nauðsyn að ræða. Það að segja ef líf manna liggur við eða eitthvað svoleiðis. En sveitarfélögin skýla sér ofta á bak við þessa klausu þegar þau heimila skrýtnar framkvæmdir sem að brjóta gegn náttúruverndarlögunum. Og þrýstingur á stóra framkvæmdir á næstu árum mjög fyrirsjáanlegur eins og til dæmis fyrir stór vindorkuver. Og okkar aðkoma að þessari ákvarðanatöku lítil, það eingöngu gegnum umsagnir og þess vegna finnst okkur mjög erfitt að hafa áhrif og hafa virkilega áhrif og geta séð til þess að náttúruverndarlögunum sé virkilega fylgt. Ég ætla að reyna að halda mig hérna innan tímarammans míns, þannig ég þakka bara kærlega fyrir mig. Ef ykkur vantar frekari upplýsingar náttúruverndarmál þá gríðarlega mikið upplýsingum á heimasíðan okkar, en þið getið líka alltaf haft samband við mig eða Tryggva sem formaður Landverndar. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta kærlega og að því að við erum svolítið tæp á tíma þá ætla ég bara að demba mér beint í hann Halldór og gefa honum orðið. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér hérna og mér fannst kannski gagnlegast að því að þetta náttúrulega takmarkaður tími á þessum kannski gagnlegast að svona nálgast þetta svolítið hvernig væri eðlilegast að hugsa þessi loftslagsmál. Þetta svo víðtækt og umfangsmikið. Eins og kemur fram þá ég formaður loftslagsráðs og það svona aðhaldsaðili gagnvart stjórnvöldum en hefur líka það hlutverk að svona leiða saman gerendur og í því eru fulltrúar hagsmunaaðila, sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka og háskólasamfélagsins. Þannig að þetta svona samráðsvettvangur og það eru 2 fulltrúar hérna frá sveitarfélagunum. Og sko þegar maður reynir að átta sig á því hvað eru loftslagsmál og hver eru þá snertifletirnir þegar maður horfir á þetta frá sjónarhorni sveitarfélags þá byggir raunverulega þetta fyrst og fremst á því að ná að halda utan samhengi hlutana og hraði framfara og þessi árangur sem hægt að ná í loftslagsmálum byggist oft á því að maður byggir það á öðrum markmiðum og eitt af því sem hefur til dæmis erlendis komið skýrt í ljós að mestur árangur til dæmis komið í tengslum við það að bæta loftgæði. Þannig að loftslagsmálin eru mjög víðfeðm og þess vegna þarf maður að svona þjálfa með sér þessa eiginleika eða hæfni til þess að sjá heildarmyndina og það meira en að segja það vegna þess að þetta byggist, það eru margir samverkandi áhrifaþættir og þannig að maður þarf svona að horfa á heildarmynstrið og mér finnst frekar ljótt hugtak að það talað kerfishugsun, maður þarf svolítið að horfa á kerfið í heild. En þar líka ein hindrun sem við erum að reyna að vinna gegn á loftslagsráði, það þetta mikla flækjustig og upplýsingaóreiða. Þegar þið hugsið loftslagsmálin þá nauðsynlegt að horfa á þessar 2 víddir,
annars vegar aðgerðir til þess að draga úr hraða röskunar á loftslagi, til dæmis með því að draga úr losun eða auka bindingu, hvort sem það í gróðri eða jarfi eða grjóti. En síðan hinn hliðin á þessu sem mjög mikilvæg fyrir sveitarfélögin, að það snýst aðgerðir þess að draga úr tjóni og auka viðnámsþrótt gegn afleiðingum veðurfarsbreytinga. Ég ætla aðeins að koma því aftur og eftir. Og Parísarsamningurinn hann náttúrulega þessi alþjóðlegi rammi utan þetta og hefur sem loka markmið að koma í veg fyrir meiri háttar röskun á veðrakerfum jarðarinnar og hefur sett varnarlínu í því sambandi að halda hlýnunni við 1,5 gráðu og eina leiðin til þess að það gangi upp að koma aftur á jafnvægi milli í flæði koldíoxíðs frá til og frá andrúmsloftinu. Þannig að losunum má ekki vera meiri en bindingin og þegar það komið þá tölum við kolefnishlutleysi. Það hugtak sem kannski frekar nýtt í umræðunni en til þess að það sé að koma í veg fyrir meiri háttar röskun á veðrakerfum jarðarinnar að þá þarf þetta kolefnishlutleysi að nást eigi síðar en 2050 og það ekki langur tími að því. Og Ísland hefur sett sér það markmið að ná því 2040 og það núna komið í lög á Íslandi en það sem mjög mikið ágefni að það mjög óljóst hverjar skuldbindingarnar eru fyrir 2030. Og ég ætla ekki að fara að ná út í það núna en þetta eitt af því sem þarf að fylgjast mjög vel með núna vegna þess að ný ríkisstjórn hefur sett sér það markmið að koma með sjálfstætt markmið fyrir Ísland en það liggur ekki fyrir einu sinni hver hlutdeild Íslands verður í 55% samdrætti sem við erum að vinna sameiginlega með Evrópusambandinu. Þannig að það ákveðin vandi þarna. En það sem ég vildi hins vegar leggja áherslu á hér að frekar en að tala mikið prósentur að undirstrika það að það eru margar leiðir að kolefnishlutleysi og þess vegna í stjórnmálum og í þessari lýðræðislegu umræðu sem ég held að sé feikilega mikilvæg eins og Auður var að undirstrika að við ræðum svolítið hvers konar kolefnishlutleysi Ísland viljum við að verði að veruleika og það kallar á víðtækt samtal meðal þjóðarinnar og þá sýn og þar verða sveitarfélög að koma mjög sterkt að vegna þess að mikið af þessu snýr líka þetta nærumhverfi. Loftslagsráð hefur líka unnið mjög mikið gagnvart landstjórninni og ég tek undir það með Auði að stjórnskipulag loftslagsmála í algjörum mólum en það hefur ýmislegt unnist núna í að byggja það upp og fögnum því að ríkisstjórnin hefur farið að nokkrum tillögum loftslagsráðs meðal annars að koma á ráðherranefndum loftslagsmál og þéttara samstarfi ráðuneytisstjóra. En lykilákvarðanir eru áfram og verða áfram teknar á sveitarstjórnarstiginu og þess vegna og það eru ákvæði í lögum loftslagsmál að sveitarstjórn geri loftslagsáætlanir. Þannig að það og mikið af þessum hlutum sem kannski mestu máli skipta fyrir íbúana slíkar ákvarðanir teknar á sveitarstjórnarstiginu. Síðan langar mig að segja tala aðeins hugarfarið og mínum mati og þetta hefur verið sýnt fram á þetta með rannsóknum að það hefur sýnt sig að upplýst og rökstudd jákvæðni mun líklegri til árangurs í baráttunni við loftslagsvá mun öflugra heldur en ótti, bölsýni eða úrtölur. Og þar skiptir miklu máli að þroska með sér þessa sýn framtíð án jarðefnaeldsneytis og sóunar og gera fólk spennt fyrir þeirri framtíðarsýn, vera ekki að fókusera mikið á það sem þarf að hætta að gera heldur það sem við ætlum að fara að gera.
og þjóðir jarðarinnar núna konar í kapphlaup samkeppnishæfni í kolefnislausu hagkerfi framtíðarinnar sem verður eina hagkerfi sem verður í boði. Það kannski ekki undirstrikað það, en það samt kannski alltaf að segja það að þegar kemur að sveitarstjórnum og svona lífsgæðum að þá eru samgöngur, góðar samgöngur, feikilega mikilvægt atriði. Og þau orkuskipti sem nú í gangi gagnvart fjölskyldubílum, því verður ekki snúið við og það umverulega komin mjög mikil skriðþungi á það, en það einungis fyrsti áfangi í þeirri vegferð að koma á góðum samgöngum og þar þarf að hugsa til lengri tíma en taka ákvarðanir í dag og eins og við oft talað að þá tíminn náttúrulega mjög naumur. Og ekki síst vegna þess að hagkvæmustu lausnirnar taka almennt tíma og sem að þýðir einungis eitt að maður þarf að byrja strax. Það þarf að taka ákvarðanir án frekari tafar. Og 4 ára kjörtímabil kannski of stutt tími í sumum tilfellum að raunverulegur árangur komi í ljós og þetta þýðir það að stjórnmálamenn þurfa að hafa viljastyrk til þess að horfa til lengri tíma og taka ákvarðanir sem kannski skil ekki endilega ykkur sem þið geta fagnað innan kjörtímabilsins. Og svo bara ég undirstrika þetta með áhættuna sem vegna röskunar veðurfars loftslags. Það var lengi, við vorum búin að sannfæra okkur það Íslendingar að það væri nú bara vandamál fyrir þjóðir sem var langt í burtu en nú svo kemur Seyðisfjörður og aðrar hörmungar sem hafa gengið yfir og það bæði, sem sagt ofanflóð, síðan leiðir aukin úrkomu ákefð til þess að það eykst mjög mikið álag á frárennsliskerfið, þannig að þetta á eftir að auka mjög mikið þörfina fyrir fjárfestingum í frárennsliskerfum. Og síðan ágangur sjávar og hækkun sjávarborðs þáttur sem sveitarfélögin þurfa að horfast í augu við og loftslagsráð hefur stuðlað að upplýstir umræðu aðlögun og hefur verið að þrýsta á að það verði gengið frá því hver eigi að koma með formlega sviðsmyndir. Það svona rétt að ákveðnir hlutir að gerast í því með vísindanefnd og getu hjá Veðurstofunni. En það mjög brýnt að það birtist þá í byggingarreglugerðum og þannig að það sé ekki verið að byggja tjón eða kalla yfir tjón á nýlegum mannvirkjum sem stefnir í eins og staðan í dag. Tryggja það að endurheimt vistkerfa stór hluti af lausninni, bæði út frá því að takast á við kolefnisflæði en ekki líka til þess að draga úr tjónnæmi og ekki síst líka til þess að auka lífsgæði og þar eru sveitarstjórnir lykilatriði og endurheimt vistkerfa ætti, til dæmis eins og votlendis, ætti að vera mjög mikið nálægt byggð til þess að íbúar geti komist í snertingu við líffræðilegan fjölbreytileika sem fylgir votlendi. Svona þetta það sem ég vildi sagt hafa og ég ætla að stoppa núna og þannig að það sé þá eitthvað tími eftir til spurninga. Takk. Glæsilegt, takk fyrir þetta og að því að við erum með svo tæpa tíma þá ætlum við bara að rjúka beint í spurningarnar svo við náum nú að fara yfir eitthvað. Ég komin með fyrstu spurninguna og það hvað þurfum við að gera í dýramálum í Reykjavík eftir stofnun dýraþjónustu og ég geri náttúrulega fastlega ráð fyrir því að það sé hún Guðfinna sem vilji svara þessu fyrst. Já, þetta er góð spurning. Það í rauninni komin ákveðin grunnur af stefnumótun og það komin smá mótun í dýraþjónustuna. Og miðað við mína reynslu frá því í sumar, þá myndi ég halda að það sé aðallega betri samskipti á milli sveitarfélaganna. Af því að það alveg tilfelli af dýrum sem þurfa aðstoð sem eru hinum megin við landamærin og eru komin yfir í Kópavog eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta
þetta oft vandamál með samskiptaleysi á milli sveitarfélagana. Þannig að ég myndi segja að það væri svona eitt af stóru hlutunum af því að hvort sem að það eru gæludýrin eða vilddýr þá spurja þau ekki hvaða sveitarfélag þau eru að lenda í einhverjum vandamálum í og þjónustan í Reykjavík alltaf að skána, það að koma betri aðbúnaður og viðbúnaður hjá eftirlitsvöðlum og dýraþjónustunni í flestum tilfellum en eins og ég segi, þá myndi ég segja að samskipti og meiri samvinna á milli sveitarfélagana sé númer 1, 2 og 3. Já, glæslegt, takk fyrir þetta. Já, betri samskipti. Herðu, þá spurning til Auðar og Halldórs og það hvað þurfa sveitarfélög að gera meira til að minnka útstreymi gróðurhúsalofttegunda? Ætli ég biðji ekki bara Auði að byrja? Já, það mjög mismunandi, eins og ég sagði áðan, það mjög mismunandi eftir sveitarfélögum hvar stóru losunarþættirnir eru. Í rekstri sveitarfélagana sjálfra þá þetta kannski svona frekar svipað. Þau sveitarfélög sem eru með olíukynntar sundlaugar einhvern hluta ársins geta kannski byrjað þar en annars þetta þá kannski bara svona mjög svipað eins og á milli sveitarfélagi í rekstri sveitarfélagana sjálfa en ef þú ert að taka allt sveitarfélagi losun frá fyrirtækjum og landi og íbúunum þá getur þetta varierað mjög mikið. Það mjög skynsamlegt hjá Reykjavíkurborg að setja samgöngunar í forgang því að losunin í Reykjavík aðalega vegna samgangna. En í öðrum sveitarfélögum getur þetta verið eitthvað annað, getur þetta verið eitthvað eitt fyrirtæki sem að losa langsamlega mest og það meikar náttúrulega mest sens að byrja á því að taka á stóru póstunum. Kannski bara bæta við að tengja svolítið þetta við úrgangsumræðuna sem voru með áðan að það náttúrulega mjög mikilvægt að draga úrgangsmyndun og síðan þó held við þurfum líka svolítið að halda aftur af okkur í þessari rosalegu steipuframleiðslu og það allt og mikið steypt á Íslandi og þó að það kom ekki undir bókhald Íslands að þá þurfum við náttúrulega að sýna ábyrgð þangað til að það komið losunarlaust sement að þá þarf að draga úr sementsnotkuninni en þetta bara svo margþætt að það svo erfitt að draga fram eitthvað eitt sem að trompar annað. Það þarf bara að huga að þessu í allri ákvarðanatöku að loftslagsáhrifin þurfa bara að vera alltaf við hliðina á til dæmis þegar að vera að horfa á fjárútgjöld að þá bara kolefnissporið líka að vera inn í myndinni. Takk. Já, glæsilegt. Takk fyrir þetta, Halldór. Og Auður. Síðasta spurningin sem við náum að taka áður en við verðum að ljúka þessu fyrir ykkur öll. Ef þú værir einráð eða einráður innan sveitarfélags eða sveitarfélaga, hverju myndir þú breyta ef þú getur valið 1 til 3 hluti? Og ég ætla að byrja aftur á henni Auði og svo Halldór og endum á henni Guðfinnu. Já, ég geri þá bara ráð fyrir að það sé í mínu sveitarfélagi sem Reykjavík. Ég myndi bjóða upp á grænmetisfæði í öllum mötuneytum borgarinnar þar með talið skólum. Það væri það fyrsta sem ég myndi breyta. Síðan myndi ég bæta almenningssamgöngur og já, og svo bara afmæli 3 ári fyrir alla. Ég myndi leggja mikla áherslu á meðvitund og fræðslu því að það mjög mikill vilji til þess að gera rétt en fólk hefur oft, það mjög mikið svona flækjustigið mjög hátt og oft líka verið að svona flækja málun allt og mikið en síðan tekið undir það, ég held að almenningssamgöngurnar séu feikilega mikilvægt, bara svo við vitið það sjálf upp í Kópavogi
finnst bara ágætt að ég bý á Sætisvænagötu þó að það sé gott, þá hef ég þetta val hvort ég fer á rafmagnsbílnum eða hvort ég fer með strætó. En það svo mikilvægt að það sé þessi valkostur, að þú þurfir ekki alltaf að nota einkabílinn. Þannig að í mínu huga þá samgöngukerfið gjörsamlega hrunið. Og við þurfum svolítið að hugsa það frá grunni og þess vegna myndi ég leggja mest áherslu á það ef ég teka fram, ég hef engan áhuga því að vera einráður. Takk. Já, ég svolítið bundin náttúrulega lögum og reglugerðum varðandi dýravelferð og til dæmis fjöleignahúsin í mínum málum. Ég myndi vilja til dæmis taka á gæludýraeign í fjölbýlum, sérstaklega ef við erum að fara í þéttingu byggðar sem mjög nauðsynlegt verkefni, þá erfiðara fyrir fólk að vera með gæludýr í þéttari byggð, bara eðlilega og mikið sem að verður á í fjölbýlunum. Þannig að ég myndi reyna að finna leið til þess að breyta því að fólk geti lifað í sáttasamlyndi í fjölbýli með gæludýrin sín. Og svo myndi ég vilja reyna að styrkja opin svæði þannig að það væri meira af hundaeigendum sem að geta sleppt hundunum sínu lausum innan bæjarmarka, þannig að þeir þurfi ekki að fara út fyrir þéttbýlið til þess að leyfa þeim að hlaupa, þannig að það sé ekki bara þessi pínulitli gerði sem að eru nú þegar. Þannig að þessi stærra svæði sem að þá meira blandaðara og opið fyrir því að það sé hundasvæði og almenningsgarður eins og þekkist víða erlendis. Það svona helstu hlutirnir. Takk. Glæsilegt og takk öll fyrir þetta, takk fyrir komuna og gefa okkur tíma í að kynna okkur þessi efni, það var allt saman mjög áhugavert. Hefði verið til í að eiga meira tíma í spurningar en það dæmis kannski á mig. Ég ætla bara að enda þetta á því að minna fólk á vinnufundinn sem að kemur bara strax eftir þessu fundi. Það á að vera hlekkur, þetta stefnumótafundur þessi málefni fyrir Pírata og það ætti að vera hlekkur, Róbert segir mér að það eigi að vera hlekkur undir á næsta vinnufund og ég trúi honum bara. Ég ekki tæknilegasti Píratinn. Fundir.pirata.is /stefnumótun Pírata. Halldór, Guðfinna og Auður, takk kærlega fyrir komuna og bara... Takk fyrir mig. Bless. Já, gangi ykkur vel.